Góðan dag, Ívar hér, flugsmiðinni. Í dag ætla ég að nýta flugu sem við búum að biðja töluvert mikið á rásinni, bæði skilabúðum og tölvupósti. Og þetta Nobler, appelsínugulur, hvorki meira en minna. Og sjálfur kýs ég að byrja þessa flugu að festa augun á henni fyrst, til þess að eiga alveg örugglega pláss fyrir augun. Þau festi ég þetta framalega, skil eftir þetta pláss hérna, og við sjáum af hverju það verður á eftir, og vemið þessu svona í kross. Það tekur smá tíma að festa augun, að sjá hérna. Það þarf að vera svona, tollið svona þétt. En Noblerarnir eru alveg geggjuð fluga. Mæli með því ég nýti þetta í fleiri litum líka. Ástæðan fyrir því að við tókum Orange Nobler var svo að ég ráðfærði mig við einn helsta Nobler sérfræðing landsins, Kristín Júlíus félaga minn. Orange Nobler var fyrir valinu, af þeirri ástæðu að litin í þessu sjást vel. En við byrjum á því að festa þessi marabúa niður. Við þurfum marabúfjöður og ég festi marabúan á Noblerinu þannig að ég klippi marabúafjöruna hérna við miðju, svona, cirka, og nota þetta í skottið. En þetta bara einn hluti af skottinu, við ætlum að geyma þetta aðeins. Þá tökum við fjöruna hérna og við tökum fanvitar af fjörinni sem sé hérna. Ég klippi þetta bara svona, nánast alveg niður í rót. Tökum knippið svona saman, þetta getur verið svona pínu suppulegt, fjaðrir út allt. Marabúin þannig þegar við vinnum með marabú efni. Það þeir sem hafa nýtt í eitthvað tíma og þekkja þetta. Það smá óþrifnaður af marabúinum, en þetta frábært nýtingaefni að öðru leyti og lætur mjög líflegt í vatni. Mæli með því. Ef mann tekir marabúin í sátt þá hann sé kannski ekki alveg alltaf svona sem þetta þrifin og þrifnaðin. Þá festum við fyrsta knippinu hérna niður. Ég kýs að gera þetta svona, festa þessu niður svona, nánast alveg hérna fram. Nokkuð þétt ég að nýta með þræði 8.0, appelsínugulum þræði, því við erum með appelsínugula flugu. Næsta knippi knippið sem ég klippti fyrst úr skottinu. Þá setjum ég inn í miðjuna. Það ekkert að þetta skipti ykkur máli þessi röðin, þetta bara sérviskaði mér. Hún kemur hér og svo kemur síðasta knippið af fjörinni. Þetta hérna fyrir neðan. Og allt þetta tekur smá tíma, marabúfjöðrarnir eru misjafnar, sumar eru góðar, aðrar lélegri. Og reyna að velja sameiginlega fjöður í þetta, en ástæðan fyrir því að nota heila fjöður í þessa eina flugu bara svo að þegar marabúefnið blotnar þá verður þetta eiginlega að engu í vatninu. Og þeir sem eru ný í nýtingunum ekki láta það plata ykkur að fara að freistast að nota minna af marabú í svona flugu eins og Noblerinn heldur hérna farið full force í það að nota heila fjöður í þetta, og það eru bara ráðleggingar frá mínum bestu sérfræðingum í þessari flugu. Þá kemur að því að binda þetta hérna niður af framan. Það gerum við svona, náðast alveg fram að augum, og það alltaf leið þó þetta fari hérna undir. Við klippum þetta frá á endanum. Við erum nánast komin þetta fram að augum og það bara trimum við þetta inn í burtu, snirtum þetta aðeins hérna. Svo fer þetta allt undir búkefni og eftir. Það verður ekkert mál. Ég er búinn að taka þessa flugu upp einu sinni, ég bara var óánægður með hann og þannig að við erum að taka hann hérna aftur. Þannig að það mikill metnaður í þetta hjá okkur. En þá fjörinn sem sé svona og við hendum þessu rest. Næsta skref í þessa flugu, það að skella í hana setja glit í skottið á hann, og ég kýs að hafa
hafa glitið fyrst svona hérna mín megin eins og ég er að hnýta það hérna. Og svo kemur það ykkar megin eða myndavélar megin. Og það kemur hér svona. Við reynum að taka þetta samsíða. Eins mikið samsíða og hægt er. Nei. Ég er að taka upp. Eins mikið samsíða og hægt er, sitt hvoru megin, og það má passa sig að vera ekki með þetta ofdressað, það er að segja ekki með of mikið af gliti í skottinu á henni, þá verður hún óraunveruleg og svona lítur hálf bjánaleg út. Næsta sem við setjum í fluguna er hotspot, svona grænn channel hotspot. Það þarf ekki að hnýta henni með hotspot, en flestir noflarar sem við séum þetta í búið eru með hotspot, best að eiga bæði. Þá er það channel. Við setjum þessi kroppu á endanum á því. Við nöglunum með eitthvað svona og skorpu í það. Þá setjum við channelin hérna niður. Og við þéttan hérna niður við búk. Svona. Og förum með tvinnum cirka hingað. Þetta er svona 2-3 millimetrar sem að þarf í channeli. Og sjáu þetta, nú límist þetta þarna við. Ef þið vilja að flugan verði til friðs eða stílega á henni, bleitið í puttana. Smá, ekkert mikið, bara svona. Þá er þetta aldrei að fara að pyrra ykkur í hnýtingunni. Dásamlegt verkfæri munnvatnið í þessu tilviki. Þá kemur sem sé hotspotin á hana, svona. Þéttingsfast og trimmum hann hérna af og þá kemur næst á fluguna sjá, það er hérna ávallt tinsel. Við viljum fá fjöðurina líka sem ég ætla að nota í vafningin, hún er hérna á borðinu klár. Festum tinselið svona niður. Og að því að nafnlurinn er nú svona ekki kannski eingöngu urriðafluga en nafntögu urriðafluga, þá er ekkert að því að lakka undir búkinn á nafnlunum. En við tökum fjöðrina sem sé svona, taka fannirnar á henni tilbaka, svo festum við henni niður hérna ykkar megin, myndavélar megin, það er ástæða fyrir því sem við sjáum eftir að hverju erum að gera það. Fest henni hérna niður og svo binda restina af fjöðrinu bara niður eins og við erum. Svona, það tilla fjöðrinu hérna í gorminn, svona, þannig að þetta verður til friðs. Og þá síðast en ekki síst, appelsínugult channel, af því að við erum að hnýta orange, eða appelsínugula naflar. Fínt að taka þetta hérna á endanum svona og fara svo með channeli hérna aftur á cirka svona. Við byrjum á því að setja appelsínugula channelið eða búkarnið fram. Byrjum á því að vefja því hérna utan að búkinn. Sumir gera þessa flugu örugglega einhvern veginn öðruvísi en ég hnýta hana, en ég er að sýna ykkur þessa aðferð sem ég hnýti og kenni. Þau hefur reynst mjög vel. Og reynst vel í hérna veiði og svo endingu líka á flugunni, það skiptir nú máli. Þannig að við erum að hnýta endist eitthvað, svona. Og ég kýs í þessu tilviki, að því við erum með appelsínugula þráð, það er að fara með þráðinn einn aftur á bak. Láta hann bara fara onni í rifurnar hérna. Það eru örugglega einhverjir sem segja, nei, heyrðu, nú ert þú að gera eitthvað vitleysu kallinn. Ég er bara búin að prófa margar aðferðir með nafnlegar og þetta er svo sem að hefur hentað mér langt best. Það er svona. Svo kemur fjöðurinn. Við tökum í hana með hérna reytum í aðeins endan á henni.
Finnum fjæðurklemmana, hún er ekki snærðandi í glugga. Klippum henni hérna á, svona. Og fjöðrinni vefjum við gagnkvæma átt við snúningin á sem sé tvinnan. Það er ástæði fyrir því sem við sjáum eftir af hverju við gerum. Þetta er svona. Fínt að greiða fanirnar á henni aftur og bak alltaf þegar við gerum þetta. Svona. Fyrir að fá þetta hérna aftur og bak. Svona. Og nú er ekki ástæðuleysi fyrir ég með hérna járnklemmu. Við höldum henni, treystum að hún haldi sér bara hérna. En trixið við það að fara með tvinnan svona aftur og bak er það að koma með tvinnan á móti fjörunni núna hérna og reyna að vefja tvinnanum fram án þess að klemma niður einhverja fanir á fjörunni. Þessi leið er til þess fallin að þú í rauninni saumar fjöruna á með tvinnanum og hún verður alveg til friðs á bóknum og hinn ástæðan fyrir þessu svo að við komum til að gera það sama með vírnum. Sjá. Svona. Svo klippum við fjöruna af hérna af framan, það er að segja stilkin sem snýr að mér. Það er svona. Þá lítur búkurinn á flugunni svona út. Og þetta er ekki búið. Við lögum svo eftir. Það er að segja að þetta fara með nál hérna onni, getum ég að gert það aðeins núna bara alltaf að sína ykkur. Þá ferðum við nál, bara onni í búkinina, bara mjög laust og nett. Og þú finnur alltaf, það er alltaf einhverja fanir sem fara undir. Þú greiðir allar upp svona og þá færðu í rauninni fluguna bara í fullum skrúða eins og við viljum hafa hana. En svo er þetta að gera þetta betur á eftir. Því næst tökum við silfurþráðinn eða vírinn eða ávarlega silfrið, gerum það eins og til þess að vefja þessu og á þess að þannig við festum minnst af förunum niður þá verðum við að þessi rugga silfurinn fram og tilbaka þannig að það leiti á milli fanana og það er ekkert mál, það gerir það þegar við gerum þetta og svo förum við bara með nálina í búkinu á eftir og greiðum upp þær fanir sem að hafa fyrirfarist og farið undir. Svo festum við silfrið niður með allavega einum ef ekki tveim eða þrem alveg sko þéttum barningum. Klippum það hérna af og þið sjáu við verum að geyma þennan hérna enda. Það er ástæði fyrir því. Og þá er flugan eiginlega bara tilbúin þannig að við tökum tvinnan hérna og vefjum honum yfir augun og hérna framan á tökum við restina af búkefninu og vefjum því svona við erum komin með sem sé tvinnan hérna sem sé yfir augað sjáu þið hérna og yfir augað þá vefjum við þessu svona og svona og svo hérna fram. Stoppum þetta við tvinnanum hérna af og tökum svo alveg þéttingsfasta vafninga 3, 4, 5 góða vafninga áður við klippum á búkefnið sem er hér og þá er í rauninni nóg pláss til þess að gera hérna endan út á þess að blinda augan eitt að vera samt í góðum málum. Áður við gerum það ætlum aðeins að fara í gegnum fluguna hérna bara rétt að skoða hérna fara í gegnum henni með nálinni, finna hvort sé ykkur að fanir hérna sem við mist niður. Það er engin að koma upp, þannig að þetta er allt bara eins og þetta á að vera. Þannig að þá er ekkert annað eftir nema bara að negla okkur í endan út sem má ekki vera neitt rosalega bölki hérna framan á, það má vera bara svona, ekkert meira en þetta. Þá getur það líka agnhaldið hérna eða augað sig á króknum bara hallar flugunni upp á móti. Þannig að hnúturinn og tvinnin húr ekki fram af.
Þegar menn eru upp eða niður sveig augu þá þetta stundum vandamál þegar menn eru að gera laxaflugur. En svo hvet ég ykkur í sambandi við Nobler, það bara nýtan í öllum regnbogans litum, bæði með og án hotspot. Svo rosalega sniðugt að skemmtilegt að nýta hann með sem sé öðrum litafjöður í kragan eða vafningin heldur en liturinn á flugunni sjálfur. Til dæmis eins og grizzly, til dæmis svona svart og hvítan grizzly getið notað á alla Noblera, hvernig sem er á litin. Hér erum við Nobler sem nýtum við grizzly, þannig að þetta er stutt fjöður en þetta kemur eins og ég sjá, þetta kemur til funky og skemmtilega út og mæli með því, eða ég grizzly bara út að vara, prófa, ekkert að því. Það var eina sem við möttum að gera, það er bara að lakka fluguna, skella á þetta, smá lakki framan á þetta, allt heilega að lakka Noblerin tvisvar, sterk fluga, endist, flott að lakka undir búkinn, ég gerir það ekki í þessari flugu, en ég gerir það svona öllu í öfnu, klína lakki undir búkinn og það beigir 5 mínútur og það haldið áfram, þá drekkur þetta, þessi drekkur tvinnir lakki í þessu og þau fáið bara sterkari flugu fyrir vikið. En Noblerin er geggjufluga í bara allt. Þessi svona orange Nobler veiðir bæði urriða og bleikju og jafnvel lax. Þannig að þetta er svona all around mjög góður litur. Hvítur, frábær, fjölublár líka. Svartur náttúrulega sem myndu öfleskir athugasemd vilja fá svarta Nobler. En þetta er allavega gott í bili. Í næsta vídeo þá bara sé ég ykkur hessukátt. Ég þakka ykkur fyrir áhorfið og við stefnum að stækka rásina jafnt og þétt. Til þess eru við að fá ykkur til þess að læka vídeónu okkar og deila þeim og gerast áskrifendur og við sjáumst bara eitur hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.